Já, hæ og þegar gera spá fyrir ykkur svona á næstu 3 mánuði eða svona hvað ég eitthvað energy á næstunni sjá hvað kemur úr spilunum og ég var búin að draga hérna eitt Oracle spil fyrir ykkur frá ISIS og þeir fengu Ancient Power Mysteries hérna getið pása og lesið. Svo ég einnig búin að birta þetta á Facebook, á Völuspá á Facebook. Getið séð þetta þar. Já, þetta sko er svona spil sem að tala bara svona sannleikann, justice og það bara svolítið okkur bara þið. Þið eru alltaf vok og þeir svona það sko margt sem að þeir tali svolítið í sannleikanum sko þeir það ykkar og svona mjög réttlætiskennd líka sko en ég ætla að lesa þetta hérna. The Oracle guides you to honor the power of your voice, whether through spoken or sung words, or through what you write, speak about, or stand for symbolically. You have potentially very powerful healing voice, and you are guided to recognize the responsibility that you have for what you proclaim through your voice. Það náttúrulega eins og sagt líka, maður þarf stundum að líka passa sig, skilur líka, og hvað maður að segja og svona, en þið hafi svona, það eitthvað svona við ykkur og hérna núna að fólk sko tekur svo mikið mark á okkur þegar þið standið fyrir ykkur þá hlustað, það bara þannig sko en þegar náttúrulega sko en það líka eins og mér fannst líka þá eins og að þið eru svolítið kannski að vinna við mikið í kringum að þið eru að nota röddina ykkar og eitthvað svona líka og eru kannski að tala mikið líka og mér fannst eins og líka eitthvað samt við ræðu, það kannski eitthvað svona, að þið þurfi að svona byrja okkur eða eitthvað svolítið sko. Og eitthvað samt leki líka. En svo fannst mér þetta hérna líka spil verið svolítið fyrir ykkur núna og Queen of Heaven, the Queen of Heaven, the Divine Empress of the Skies, acknowledge your female authority now as a man or woman. You have a life path of spiritual leadership to bring qualities of mercy, compassion, and wisdom into the world. Og svona núna þið bara svolítið, svona framhaldinu verðið svolítið svona pása og lesi. Svona framhaldinu á næstu mánuði verðið svolítið í meiri balans og að taka svona ákvarðanir og svona áður voruð þið svolítið svona meira í stressi og kvíða, þurfa að drífa ykkur eða gera eitthvað svona, var allt miklu erfiðara en svona áframhaldinu verðið þið svolítið meira í ykkar power og svona. Láta þetta bara duga, en ég ætla að fá stjörnumerki hérna fyrir ykkur. Já, svo eitthvað spáð með lykil og það getur verið, að þið eru að fá svona kannski afhengingur af eitthvað sem varðandi lykil eða eitthvað. En svo getur verið líka eitthvað spáð samt við nælu eða eitthvað. En já, það getur verið kannski viðurkenning eða eitthvað. Ég ætla að fá meira fyrir vogina hvað sem þurfa að sjá að vita á næstunni
fyrir Vogina. Þið fáið sportdreka. Já, sportdreki og tunglið. Sportdrykki og tvíburi hérna og tvíburi er svona mjög sjálfskipti og eitthvað svoleiðis sko og mér finnst þess að svona kannski já, getur verið eitthvað svona þegar að gera eitthvað breytingar líka. Það er já, það er svona eitthvað svona mikið með vera og svona breytingar og svona spáspekulur já, eitthvað. En já, skulum fá chakra, hvað þurfa að vita, bara chakra hvort það sé eitthvað blokkun eða hvað það er svona einblína svæði á chakra svæðinu fyrir Vogina. Og já, það er bara allir í rótinni. Og það er bara svona grunninn af fjölskyldur og vinir og svona og það er bara svona, úst, já, það granda sig svolítið. Vogin þeir eru náttúrulega sko sæns og við getum stundum verið svolítið ofhugsa og mála skrattan á vegginn áður en eitthvað svo er ekkert í gangi. Þetta er oft bara það sem við heldum að sé fara að gerast og miklu með eitthvað fyrir okkur sko og svo er þetta bara ekki neitt en úst og leið og við sko þetta er náttúrulega bara meira svona grounded og rooted skilur bara í sjálfum okkur sko og svona tengt við okkur þá sjáum við þetta er ekkert mál til þess að vinna á eða já, bara svona fókusta þetta, meditata, vinnur fjölskylda og svona rótina bara sjálfu sér sko. Það er það sem skiptir bara mestu máli að þú sjálf eða sjálfur já, að setja sig í fyrsta sæti þar sko líka en já skulum fá eitthvað meira ég ætla að fá líka á þessu orgulspilum minna hvað þurfum við Vogin að vita varandi Universe-bíin, hvað þarf Vogin að sjá hér og vita já, þetta fengum við þetta 28 þetta er ég ætla að lesa þetta sko að þetta eins og ég segi þetta er já, einhver maður kannski þetta getur verið þú sjálfur eða þá einhver manneskja sem er þér við hlið eða eitthvað kannski eitthvað samt í 2008 eitthvað er það í gær já, kannski eitthvað við töluna 28 getur eitthvað verið 28 ára líka en ég ætla að lesa Gentlemen, this card stands for the person asking the question. If it's a man, it's the person, a card for men. If the person asking is a question for a woman. The card represents the present or future partner the man she feels close to. Já, þetta er bara manneskjan sem er þér við hlið eða eitthvað svona sem tengt þér, skilur eða þú, ef þú kallt maður þá þetta þú sjálfur. Langar mig að lesa þetta hérna, nummer 20. Hérna. The park stands for places open to the public, for society and any places where a lot of people come together.
This can be a concert, a hospital, or fair, depending on the question asked. This card is indicated that many people are involved. Já. Það eins og, já, og það getur verið, eitthvað svolítið tónleika eða eitthvað sem margir, það getur verið eitthvað, svona plan með eitthvað svoleiðis að fara eitthvað á tónleika og getur verið veisla líka. Þetta svona samkoma. Og já, einhverju getur þetta verið kannski að halda ræðu, ef mér fannst þetta eitthvað svolítið það. Eða þá, þetta bara eitthvað svona plan sem við verðum að gera. Já. Og getur verið veisla. En já, ég ætla að fá eitthvað meira hérna. Þetta næstu þrjá mánuðina, næstu það sem að koma. Og það eitthvað, kannski, eitthvað kringum 20. kannski, við fáum töluna 20. En svona, já, skulu halda ára. Og ég með þetta tölur hérna, sem þið getur notað. Þetta er númer 6 til dæmis og ég ætla að draga hérna 2 spil og það úr því verður englanúmer eitthvað, þið getur lesið það, googlað það á netinu. Og þá angel number meaning á töluna. Kannski ég er að horfa hérna, kannski eitthvað gifting sem verður bara að fara í eða eitthvað svona, hvað er gangi? Ég veit ekki alveg. Það er ekki verið gifting. Það er bara sátt og samlyndi. Eitthvað ánægjulega frétti kannski. En já, við skulum fá englanúmer fyrir Vogina, hvað framöndan er Voginni. Næstu 6 mánuðina, hvað er svona að sjá hér að vita það. Já, spiritual strength, awareness, en þið fáið 91. Það er ykkar eintalnúmer. Og þið getið líka nota bara númer 1. Þið getur notið 19 eða númer 1. Nei, 91, fyrir ekki að 91. Engla númer ykkar eða það númer 1. Já, það er eitthvað svona nýja fréttir eða svona eitthvað svona já, sem að þið fá að heyra á næstunni eða eitthvað. Eða það er eitthvað svona, já, eitthvað sem er eftir að lyfta ykkur upp, eitthvað svona, það gæti verið kannski bara eitthvað svona kauphækkun eða eitthvað svona, eða eitthvað svona sem er að koma inn, eða eitthvað svona góða fréttir penningaleysi sem að eftir að, já, búum okkur hvað ef þið hafa verið eitthvað stressuð, kvíðið með eitthvað, og þá er það bara eitthvað svona, já, eftir að koma góða fréttir. En endilega googlið englanúmer ykkar og sjá hvað kemur. Það er ekki allir sem fá það saman, sko. Og líka gaman að þið kommenti bara líka fyrir neðan vídeó hvað þið fáið, sko. Hvort það sé sama eða hvað. En já, ég ætla að fá þetta meira. Og þessu spilum hérna, þetta er eitthvað sem ég er búin að skrifa fyrir löngu. Fyrir Vogina. Það er svona að sjá hér og vita. Hvað sáttu við ananas hérna? Getur. Kemur hérna skúp
Já, þetta verður að sé eitthvað svona kjaftagangur eða eitthvað svona í kringum hjá okkur og þið svona verður svona, já, passa ykkur og bera ábyrgð hvað þið segið eða hvað þið að heyra líka. Vera svolítið svona varu það stendur hérna be aware what you say about others and what you do to others. You get it back the same courtesy gossip that could be going on. Og það er ausa. Já. Þetta getur verið bara svona kannski eitthvað bara tengt svona einhverjum grúppu eða hópi eða einhverjum hlið sko eða eitthvað hlið sko. En svo fenguð þetta pineapple. Ég ætla að lesa þetta fyrir ykkur hérna. Getið líka að lesa sjálf hérna, pása og lesa. Ananas, hann er svolítið svona og líka eins og já, svona með þriðja augað og eða svona vita hluti svona áður en og þú veist ekki af hverju þú veist það en þú veist þetta, svona finnur á þér hluti. And pineapple is an object of divine wisdom and secrets. It's believed that the pineapple has eyes all around it. You will know how to navigate your way through seemingly impossible situations and circumstances. When you see pineapple, you can expect great abundance or celebration. Já, þið getur verið að þeir séu bara svona oft ef þið lendi í svona einhverjum erfiðum aðstæðum þá einhvern veginn bjargarslutir er bara svona magical bara fyrir ykkur þannig. Það er já, svona erfiðum aðstæðum og svona. En það er allavega góða fréttir á ananasinn. Hann ber svona góða fréttir. En við skulum fá meira hérna. Hvað það er að vogir að sjá hér og vita á næstunni hvað er að gerast. Vogir á næstunni eða frá mánuði cirka bara. Hvað er að sjá hér það að vita að helvarlendi. Já. Gæti verið sko það er svona eitthvað smá svona hræðsla kannski með svona með kannski einhver ákvörðunartöku eða hvað að gera og svona með eitthvað svoleiðis sko. Það er hérna gæti verið líka varðandi skóla eða eitthvað svona já, eitthvað tengt því. Getur verið kannski líka bara að vinna eða eitthvað svolítið sko, eitthvað svona, já, eitthvað stress kringu það. Getur verið smá svona, já, bara svona með framhaldi, þetta er eitthvað svona eins og eitthvað sem að hræðast að gerist aftur kannski líka. En það er eitthvað svona, já, þetta er eitthvað sem við þurfum ekki að ágjöra af allavega. Ég ætla að fá meira hérna fyrir vogina. Fá meira fyrir vogina sem við sjá hér og vita. Það er vogina hér að sjá að vita hvað þarf vogina að sjá hér að vita næstu 3 mánuðina cirka bara. Já, Ambress, kannski eitthvað rólegtur eða eitthvað nýtt verkefni eða eitthvað nýtt að gerast í kring. Gæti verið líka nýtt húsnæði, nýr bíll eða já, svona eitthvað nýtt sem að vera að skapa og eitthvað gera. Eða þá bara eitthvað baby. Nei, það var hérna Ambress. Gæti kannski verið eitthvað stress í kringum eitthvað barn eða barn.
hring hjá einhverjum. En það er alltaf að standa upp og hafa það. Hann vildi koma líka. Það er par hérna saman sko. Sjáum þeim. Það er par hérna saman. Það er já. Það er góðar hreyfingar hérna. Movement hérna. Chariotin er eitthvað sem að, það getur verið svona eins og nýr bíll eða ferðalag, ákveð tökum við eitthvað ferðalag kannski líka hjá einhverjum. Náttúrulega verið margar sko. Getur tengst bara kannski stress eitthvað samt við eitthvað bíl líka sko. En eitthvað eitt viðbót hérna. Fyrst að Emperor var að stelast hérna með. Já, það er bara sama, það er bara svona 9-9, svona, sem er svona, þið fá þetta 2-9-9 sko, kannski líka bara googla 1-99, en það er svona strögglar og þetta er svona eiginlega bara eins og wounded healer, skilur, hann er svona, þetta er svona innri strögglar sem er að svona hafa áhyggjur og stressast yfir og það er að svona yfirkoma það þegar það kemur hérna eitthvað sem að rætist rosa vel og það fer allt vel og svoleiðis. Getur verið eitthvað samt við hjól líka. Já, ég fekk alltaf bara hjólið því ég sá hringinn þetta. Getur verið eitthvað, já. Eitthvað svona kaup eða eitthvað svoleiðis. Eitthvað kannski með hjólu. En ég ætla að fá meira hérna, kannski, hvað er komið, 22, já. En við skulum fá hérna, já, það er alltaf hérna þeir hérna og það eru hrútur og nauti hérna og já, það er bara, já, maður þetta segja sem ekki mikið pentacles hérna en allir hinn sko, svo það er svona meira fyrir vógina svo sjá hér að vita fyrir single, kannski ástamálunum eða eitthvað. Já, það er eitthvað hérna kannski dating online eða eitthvað, ég veit ekki, sem eru single. Já, það er kannski nýr logo eða logo svona að koma inn kannski eitthvað online síðan Harry Potter also available ég segi þetta bara svo online þetta er svona, já, svona getið tengt kannski eitthvað spil eða eitthvað svolítið sko já, eitthvað svona á næstunni singles online, online það bara í fyrst þarna single online, ég er náttúrulega online sko. Já, það tígur 10 já hvað meira fyrir það er svona allan eitthvað nýbyrjun svona minnst að vera svona eitthvað svona að taka action það getur verið að kannski nýfarinn að setja ykkur á markar sem eru single að svona opna fyrir það eitthvað sjá já, það er eitthvað þrennt hérna það er bara allir hérna líka við sko
En það eitthvað þrennt eitthvað varðandi samband og það King of Cups líka sko. En já og mér finnst eitthvað samt við 5 daga, 5 mánuðir, eitthvað svona, ég veit ekki, eitthvað samt við 5. En hvað með þessum sambandi, það einn að vara samningurinn það bara svona mikið að vera að spá og spekulega. Allavega þessi manneski allavega lítur mjög vel upp til fyrst þú vera voða sexy og flott sko. Ég seti bara hérna fyrir báðir sami þessum menninni sko, sami maðurinn sko. Já, það eitthvað svona kannski svona eitthvað samt við ákvörðutöku og svona hvort það sé að gera rétt ákvörðun eða eitthvað stress í kring og þetta svona kannski svona eitthvað svoleiðis í gangi hjá okkur sem í sambandi sko. Tveir kongar. Tveir gosar. Já, allavega sko, ekkert að frétta nema það bara að þurfa að taka einhverja ákvörðun varðandi, kannski getur verið eitthvað svolítið húsnæði vinnu eða eitthvað, og svona eitthvað smá spekulera með það eitthvað. Það svona eitthvað að djókla og svona kannski með hvað að kaupa, hvað að gera, svona, veit ekki alveg hvað þýða með það til kongar og þetta eitthvað svolítið getur 4 saman kannski samankomnir, kannski eitthvað kallmenn eða eitthvað. Það eitthvað, ég veit ekki. 2 yngri og 2 eldri. Það gæti verið eitthvað kannski eitthvað tengslu við eitthvað. Ég get ekki sagt meira. Það sem eru kannski eitthvað samt við smíði eða gera eitthvað, ég veit ekki. Þetta allan eitthvað svona samvinna eða eitthvað. Ég veit ekki hvað að segja meira þetta. Skulum fá meira. Það meira fyrir voginu, hvað sjá, heyra og vita með framtíð. Það svona næstu 3 mánuði cirka, hvað sjá, heyra og vita. Já, þetta þetta line of wands. En hérna, sko, bara næstunni, sko, þetta bara eiginlega bara svolítið að fagna. Það getur verið að ákvaða með eitthvað samt verið veislu eða eitthvað ferð kannski eða eitthvað leið, sko. Þetta getur verið eitthvað tengt húsnæði líka, sko.
en já, hversu gott þetta? Það er bara, sko, þið getið eiginlega ekkert svolítið, bara næstu 3 mánuði bara allt eitthvað svona lofi-dofi og það er bara eins og svona kannski samband að koma inn líka, sko, hjá hverjum. Og það er svona verið að horfa til framtíðar eitthvað, sko. Svona, og það sem er síkul eitthvað, sko, en þetta er allt svona guarantee og hversu lovely er þetta í kringu hjá okkur. Og nautin að stengið þetta og þetta er eitthvað svona grounded og þetta getur verið bara húsnæði eða eitthvað sem kemur inn kannski eða getur verið bíll eða eitthvað svona eigulegt eða kaupa einhverju sem bara inn á heimili eða eitthvað sem eftir að glæðja eitthvað. Það er svona, gæti verið að segja svolítið svona kannski vera að kaupa eitthvað annars meira heldur en bara hérna í matinn, skilur ég. Það verður að kaupa svona eitthvað svona eigulegt og eitthvað svona allt fyrir heimili kannski. Það er eitthvað svona fjárhúsleg þannig, sko. Ég er bara komin langt með eitthvað en ég ætla bara aðeins meira kannski fyrir vogina. Svona bara já, það getur verið svona umræða kannski eitthvað samt við að skipta eitthvað á milli eða svona Essex og Vans. Það er allavega eitthvað sem getur fagnað og svona, já, eitthvað samt við tíma, þurfa að bíða með eitthvað. Svona er svona löng komið tíma eitthvað og endir á einhverju, eitthvað sem var að klára eitthvað og þetta já, og kannski eitthvað sem þeir eru að fagna kannski eftir smá tíma, eitthvað sem þeir eru búin að yfirbúa eitthvað, klára eitthvað, getur verið lán eða eitthvað svona, ég veit það ekki. En ég ætla að láta þetta duga fyrir ykkur og bye!